Gotland, við þekkjum hennar mann, þetta Óli Palli, Óli Karl Finsen. Takk ykkur fyrir. Herra, já, takk alveg það. Ég var beðinn að vera með einhvern skemmtilegstur fyrir ykkur hérna. Og Jóhann alveg náttúrulega alltaf að bakinn á mér og hann vill að ég sé með sterkt og gott efni. Og þú veist, ekki ætla ég að gera þetta edrú, frekar en hinn daginn. Já, ég elska Val. Ég er skemmtilegasta félag sem ég spila fyrir og náttúrulega að spila hérna með, já, takk fyrir. Þetta var að spila hérna, ég æfði með hérna síðast sko og það var svona frekar gaman. Nema það voru leikir og þá var ég kannski, sofna klukkan 6 á nóttina og svo hringdi Addi Gretas, Óli! Gylfi er off! Þannig að ég þurfti eitthvað að mæta þessi, ég mætti til Akureyrar og þá ætlaði Gylfi að og ég kom og sagði great news, Gylfi er ekki, en ég mættur. Það var svona, allir okkar skítstressar. Herri, ég svona búinn að vera að reyna að finna mína fjöl í lífinu eftir að ég hætti í fótboltanum og búinn að vera svolítið í einkaþjálfuninni. Og ég er svona eiginlega alveg að gefast upp úr því því að fólk hlusta ekkert endilega á mig þar frekar en annars staðar. Sem frekar skilið, því að ég ætti að hafa vita þessu og ég er svona, þú veist, það er ekki eins og sé að reyna að ótisa fólki, þetta er meira svona fólk að koma til mín og spyrja og ég ætla að segja eitthvað og þá er það bara skotið niður, sko. Bara, ég er það bara svona. Og ég er svona, þú veist, með fullri virðingu, sko, þá lít ég betur út og þú, ég ætti að vita betur. Þetta væri svona svipað eins og ég myndi sjá Björgólf Thor og ég myndi svona Sæll Björgólfur, hvernig ætti ég að eignast pening? Sko, Óli, þú bara gerir það og Björgólfur, það er miklu betra. Þú vinnur bara 9-5, séreignasparnaður, 9 sniður og eitthvað svona. Svo er ég mikill baráttamaður hamborgara og ég er mjög ánægður að fólk sé að borða hamborgara hérna. Og mér finnst hamborgara best með uppáhaldsmatur. Og ég þoli ekki sko þegar ég fer einhvers staðar og fæ mér hamborgara og ég á að halda að ég sé einhvers staðar í einhverju slömmi í Ameríku. Ég bara svona, þú veist, come on, kennum bara hamborgara. Þú veist, ég veit alveg að ég er ekki í Ameríku sko. Og svo líka í kringum þess að einkaþjálfarinn og allt, það var alltaf einhverjum næringarfræðifundum og eitthvað. Og það kemur alltaf sko, eitthvað dæmi einhvern snarveikan mann sem lappar inn á hamborgarstað og hann fær sér hamborgara, franskar og kóktelsósu. Og svo er alltaf borið saman einhvern sem hefur borðað salat og hann er frábær. Og ég svona, þú veist, hvers það hamborgara, skilur, og svo er alltaf einn hálfut á þessu hlutum sem réttur upp hönd og segir en að þessi Pepsi Max með. Þetta klikkar ekki. Þetta er svona svipað sem það var að koma til Vestmannaeyja og það var alltaf svona 5 óöruggir hálfvitar sem eiga engan penning. Og það kemur svona fiskilykt og fólk kemur já, penningalyktin. Já, takk, hvað var ég að tala um? Já, svo er þetta uppistand. Það er búið að vera svolítið erfitt fyrir mig því að fólk einhvern veginn eftir að þetta er auglýst þá er svolítið fólk bara svona dregur sér til lés, vill ekki segja neitt. Ætlar það að tala um þetta eitthvað á friði eða? Nei, þetta myndi ekki gera það. Og svo líka svona mikið af stelpum sem ég hef búin að vera í sambandi með, jafnvel kannski búin að sofa hjá eða eitthvað, það byrja að senda mér. Hvað er þú bara að tala um uppist? Já, hvað er það að tala um? Ég er ekkert að tala um þig, skiljum. Það kom að auglýsing og svo vaknaði ég daginn eftir og það var 12 með skóls og Þórði miðurli. Þegar ég hringdi tilbaka og hann var eitthvað stressaður í að vera eitthvað að tala um hann en ég myndi bara byrja honum söguna vel. Hann kom mér í sambandi við Önnu og hann er bara toppnákinn. Herðu, ég ætla að enda þetta á smá sögu sem ég hef sagt. Sérst á fyrsti leikurum við með Val. Og það er ástæða fyrir ég man ekki eftir þessu en ég hló mjög mikið þegar ég heyrði þetta. Og þetta var sérst bara ekkert fyrir í desember, ég var nýmættur sko. Og
þú veist, náttúrulega stór lið og ég var skítstressaður og þú veist, og Bjarni Ólafur bara og Haukur og ég var bara, þú veist, eitthvað. Þannig að ég var alveg lítið lífur en það var sérst leikur upp á Skaga og þetta var svona góðgerleikur, það var eitthvað sem var búinn að vera eitthvað mjög veikur upp á Skaga eða lenti einhverju slys eða eitthvað. Og þetta var bara, þú veist, það átti ekki að taka með þessi keppnisskapi þarna. Þetta var bara svona, og við allir borguðum okkur inn eitthvað 3000 skall sem náttúrulega setti mig strax í smá vonskap. Og þetta því að ég held að það ekkert verið hægt að hjálpa þessum einstaklingi sem var veikur, hann var það veikur sko. Og það var bara alltaf voða happy og eitthvað, svo ég var að drepast í hásinn og leik og það var fullt Skagahöll og ég var að drepast í hásinni og svo ég var að hlaupa með boltan og það kemur sér svona nartanett í hásinu og ég bara svona dett niður bara, þú veist, eins og einhver aumingi og bara aaaah og dómarinn flautar ykkur sem ég skilur, þetta var svona bara lítið setting en út af, mér var svo víst fyrir það skilur en ég lá svona á vellinu bara aaaah og kom okkur Skagamaður svona, alltaf leið? Og ég bara gæti ekki tala mér svo illt sko, og svona og svo kom eitthvað fleiri og svona, hvað er alltaf leið með hann eitthvað og svo kom þessi gaur sem spurði mig og hann sagði, hann er bara mállaus og ég bara svona dundraði svona í hann sko, þú veist, alltaf það var svo raukt og alltaf bara, hvað fyrst þér allir að reyna að rappa hérna, bjarga lífi og eitthvað, bara, veist eitthvað og dómarinn gaf mér, það var bara raukt, hann gaf mér eitthvað raukt, skilur en svo rétt seinna mér og það gaf hann Arnarsveitin hérna og það því að þarna ég bara komin í blackout og bara á reiði sko, þannig að ég man ekkert en að Skaginn fekk svo aukaspyrnu rétt eftir þetta og ég stóð í vegg og Arnarsveitin hefði komið svona Óli, kom þessi nærmur í veggnum minna og ég hefði bara sniðið hann úr hálsleik og sagði hann ef þú tala saman með aftur, þá drep ég þig Herri, já, ég ætla ekki að segja, svo var ein saga, hún er svolítið löng og hún var 3 okkur ára leik en ég var sérst handtekinn, það var stutt eftir, það var bara í janúar þá var ég handtekinn á leiðin á æfingu Ég var saklaus, ég lofa, ég skal segja söguna seinna en ég sérst, svo fór ég bara, svo endaði ég með að taka taxa hérna eitthvað, allt og seinna og eitthvað og Óli Jó, hann hló bara að þessu sko, þannig að það var að fyndið en svo var ég alveg bara svona, þú veist, það hringdi Svenna, var svona, þú veist, á böðmerkinu, hvað ættir halda mig, sko, ég bara fá mig og ég bara láta öll í látum, sko. Ég segi, hvað, þetta er Óli, og Óli Jó, allir Óli Jó hafi ekki verið svolítið pirraður. Hann sagði, þú mátt ekki að meina það ekki, hann hljóp út af öll eftir að tala við í síma, sko, öskur hlægjandi og sagði, strákar, það er búið að handtaka Óla! Herru, takk hérlega fyrir áfram Valur. Takk.